Hæ, í þessum myndbandi ætlum við að sýna ykkur flýtistillingar og tilkynningar. Flýtistillingarnar og tilkynningarnar, rétt eins og dokkan, eru aðgengilegar með því að strjúka upp eða niður frá skjánum. Þannig að rétt eins og hvernig ég get strokið upp frá skjánum til þess að fá dokkuna, sama hvaða forriti ég er í, þá get ég strokið upp frá toppnum á skjánum til þess að fá annaðhvort flýtistillingarnar eða tilkynningarnar. Forrit senda stundum frá sér tilkynningar. Ef ég til dæmis fæ skilaboð á Messenger og er að horfa á myndband frá RÚV, þá kemur tilkynning á skjáin minn, þannig að ég geti séð að ég hafi fengið skilaboðin án þess að ég þurfa að vera með forritið opið fyrir framan mig. Og til þess að komast í allar tilkynningar, þá strjúkið ég frá toppnum frá vinstra horninu. Og ef ég strýk hérna niður, þá fæ ég sem sagt lista yfir allar tilkynningar sem ég er með. Og tilkynningarnar birtast í þeirri röð sem þær komu, þannig að nýjustu eru efst og elstu fyrir neðan. Til þess að losna undan þessu þá ég strýki bara aftur upp frá botninum á skjánum og þá loka ég tilkynningunum mínum. Ef ég strýk frá toppnum hægra megin, þá fæ ég flýtistillingarnar mínar. Og hérna get ég komist í algengar stillingar án þess að ég þurfa að fara út úr forritinu sem ég er í og opna stillingaforritið. Nú skulum við fara yfir þessar stillingar. Hérna uppi er ég með aðgang á öllum loftnutum spjaldtölunar. Hérna get ég til dæmis kveikt og slökkt á bæði þráðlausnötun og Bluetooth og ef ég held puttanum yfir eitthvað af þessum táknum þá meira sé að fæ ég flýtivalminn þar sem ég get tengt mig beint við eitthvað þráðlausnet eða Bluetooth tæki. Ef ég set á flugvélastillinguna þá slekk ég á öllum loftnutum spjaldtölunar og þar að leiðandi dettur út bæði þráðlausnetið og Bluetooth. Þannig ef þið lendið í því að netið ykkar virkar ekki eða þið getið ekki tengt ykkur við heyrnartól, athugið hvort að þið séu með flugvélastillinguna á. Hérna get ég líka haft stjórn á tónlist sem ég er að spila. Þannig að ef ég til dæmis er að hlusta á tónlist og ég vil pása lagið eða fara í næsta eða fyrra lag, þá get ég gert það hérna. Því ég ýta á eitt af þessum tökkum. Hérna get ég læst skjástöðunni minni. Þannig að ef ég til dæmis held á spjaldtölunni lárétt og ég kveiki á þessu, að þá er spjaldtölan alltaf lárétt, sama hvernig ég sný henni. Og sama gildur með þið kveikið á þessu þegar hún er lóðrétt. Nú ef þið ýtið á mánatáknið, þá setið þið tölvuna í Do Not Disturb mode og þá fáið þið aldrei neinar tilkynningar á skjáin ykkar. Þannig að ef þið eru til dæmis að horfa á eitthvað myndbandi eða þið eru að reyna að sofa, að þá getur verið gagnlegt að kveikja á þessari stillingu þannig að tilkynningar sé ekki að koma og gefa frá sér hljóð. Ef þið eru með nýtt snjallsjónvarp sem býður upp á það að þið getið varpað myndinni sem er á skjánum á iPadnum á sjónvarpið, þá getið ég gert það hérna með screen mirroring og þið getið gert þetta til dæmis við ný Samsung sjónvarp eða ef þið er í Apple TV tæki og þá ef við ýtum á screen mirroring og veljum sjónvarpið okkar að þá sjáum við á sjónvarpinu okkar allt sem er í iPadnum. Og við getum dregið þessar tvær stikur hérna til þess að annaðhvort hækka og lækka í spjaldtölunni eða hækka og lækka birtuna á skjánum. Þannig að ef skjárinn ykkar er of bjartur eða of dimmur, þá er mjög hentugt að komast í flýtistillingarnar og stilla birtuna hérna beint. Og síðan hérna niður þá getum við líka tekið af hljóðið og við getum auðveldlega komist í forrit eins og til dæmis klukkun okkar, hérna glósu forritið okkar eða myndavélina. Þannig að svona nota maður flýtistillingar og tilkynningar. Og við mælum endilega með því að þið reynið að nota flýtistillingarnar sem mest, þannig að þið þurfið ekki endalaust að fara inn í stillingaforritið til að gera einfalda hluti eins og að tengja ykkur við þráðlaust net eða breyta birtustigum á skjánum.